Keflvíkingar áttu gullaldarlið í knattspyrnu á síðustu öld en þeir urðu Íslandsmeistarar 4 sinnum á árunum 1964 til 1973 og bikarmeistarar 1975. Þessir gullaldar drengir settu svip sinn á bæjarlífið í Keflavík og á þessum tíma snerist nær allt fótbolta. En þessir gulldrengir eignuðust góðar eiginkonur og þær fylgdu þeim í margar utanlandsferðir þegar Keflavíkurliðið var að toppa allt í þáttöku í Evrópukeppnum en liðið lék á móti risaliðum þess tíma eins og Everton og Tottenham í enska boltanum og Real Madrid á Spáni. Í þessum ferðum var til saumaklúbbur sem enn við lýði. Þær skvísur hittast reglulega ennþá og eitt af því sem þær gera að útbúa laufabrauð fyrir jólin. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta fengum að kíkja í laufabrauðsgerðina sem var heima hjá einni þeirra. Við erum að skera út laufabrauð og erum búin að gera það í nokkur ár. Svona cirka 11 ár, við erum ekki alveg með þetta á hreinu, við erum eftir að kíkja í dagbækurnar og þetta mjög skemmtilegt. Er þetta fyrir ykkur, er það að selja þetta? Nei, þetta bara fyrir okkur og við erum mjög nískar á þetta sko. Við seljum þetta ekki. Já, móðir mín frá Ólafsfirði og þetta var hefð frá henni. Og við erum búin að gera þetta í fjöldamörg ár. Og við erum með sérstaka uppskrift sem við setjum í kúmen. Það er ekki alltaf gert. Og þykir mjög gott. Og svo þegar við erum búin að steikja þá setjum við pínusalt. Og það er toppurinn og gerir þetta ennþá betra. Hvaðan kemur þessi siður frá því í eldgamla daga að fólk var að gera laufabrauð? Það var náttúrulega ekki til og þetta var svona fátækarbrauð. Já. Þess vegna var þetta. Þetta verið stund og getur bara lesið í gegn, eða ekki? Jú. Og fátækarbrauðið, það virkar ennþá í góðarinu 2017? Já, og bara alveg mjög vinsælt hjá okkur. Er það ekki, Sigrún? Jú, það sko, með þess að búið að bjóða í þetta hjá mér, sko. Ég kom með þau skilaboð að það væri, sko, menn væri tilbúin til að borga vel fyrir að fá ekstra brauð. Ekstra kökur? Ekstra kökur, já, okkur. Þannig það fyrir að finnast ekki eins góðar, sko. En parturinn af þessu náttúrulega eitthvað smá skraut og dæmið það ekki? Jú, það náttúrulega að skreita þetta og svo þetta bara líka samveran. Þetta gerir svo mikið fyrir okkur að vera saman. Við erum búin að vera saman í 48 ár. 48 ár? Nei, já. Síðan 1971. Já. Þá var 46 ár. 46 ár. Þá var saumaklúbburinn stofnaður út í London. Þjálfari Keflavíkurliðsins. Við vorum að spila við Tottenham. Það komið þetta alveg. Þið eru knattspyrnu eiginkonur. Já. Það er frægustu á Suðurnesjum. Við stofnuðum saumaklúbb af því þeir voru aldrei heima. Við byrjuðum að hittast á sumrin. Fórum á alla leiki saman og skemmtum okkur mjög vel og enn fer ég á leiki. Vist að æði. Við vorum í upphafi, vorum við ekki 13 stelpur eða 14? Jú. 13 eða 14. Svo hefur helstúrnest. Já. Þannig við erum búin að vera 7 í ansi mörg ár. Þannig að partur af þessu er líka bara að hittast. Já. Þið eru náttúrulega saumaklúbbur, eða ekki? Við erum saumaklúbbur nefnilega. Saumum mikið handavinna, það er alveg gert sko. Þannig að þið sleppið handavinnu þetta eina skiptið? Já, þetta er nú handavinna. Já, þetta er handavinna, það er alveg að reyna. Nei, við erum alltaf með handavinnu með okkur. Já, Magga Lilja hélt nú uppi heiðri okkar lengi vel en við erum aðeins farnar að taka í prjónana líka, hinnar. Mér var bara mesti brandani árið þegar dóttir mín spurði mig að því okkur ég færi aldrei með saumavélina í saumaklúbbinn. Saumavélina, hvort þú væri ekki að sauma. En hvernig var í London þegar þið voru að spila mútið Tottenham? Ógleymanlegt. Algjörlega ógleymanlegt. Já. Ég mista því. Við fórum nú margar ferðir með þeim. Rosalega margar. Það var alltaf bónus á haustin að fara út með liðinu. Þegar við fórum til London 71, þá voru þeir á öðru hóteli, þeir máttu ekki sofa hjá konum. Og þess vegna kynntust við og fórum að ákveða að stofna saumaklúbb. Á öðru hóteli heldur þeir voru. En hvernig finnst ykkur kökurnar sem þið kaupið í búðunum? Ekki góðar. Ekki eins góðar á þessar. Það slæri ekki þessu við. Við vitum ekki hvað það bragðast eins og. Svo látt séum við keyptar. Ég hef aldrei keypt.
Svo er eitthvað æfingar þegar þið steikið þetta ekki. Jú. Það er steikt, pressað og saltað. Og svo er þetta alls konar. Hvað er þetta svo sett inn í bílskur og falið? Svo er þetta sett. Svo konfettið Já, í gamla daga. það má enginn hreyfa þetta. En eru þið ekkert í smákökunum? Jú. Bara sitt hvort lagi. Já. Voruð þið að gera sörur og eitthvað, heyrði ég áðan. Gunnar Gunnar í sörunum. Gunnar er það snillingur. En eru þið ekkert að fara með, vil ekki vera með fjáröflun og svona fyrir eldri knattspyrnumenn, Keflavíkur og vera með jólamarka? Við nennum því. Þetta er alltaf erfitt. Þetta er bara argasta Við erum komin í eldri hópin, sko. Já, þeir eru nú síðustu og núverandi Íslandsmeistarar. Já, Keflavíkur. Bara svo það gleymist ekki. Ekki gleyma því. Það er nú ekkert flókið. Nei. Var það ekki svolítið skemmtilegu tími? Yndislegur. Yndislegur tími. Mikil samvera. Ótrúlega gaman. Ótrúlegt félags, já, bara svona, ekki rétti til. Munið eftir þegar Joe Hulli, englendingurinn kom og fór að þjálfa Keflavík og gerði það meistur 73, var snar klikkaður. Fór í fílu. Ég man líka þegar hann var með Kom ekki á lokahófið. æfingun á föstudaginn langa og sér að Björn kom niður á Malavöll og stöðvaði æfinguna. Já. Það er sögu. Já. Æfing á föstudaginn. Það var helgispjall. Já. Það var bannað sko en þeir ætlu nú ekkert að láta segja sér það. Já. Ef það væri ekkert verra gert en það í heiminum, þá held ég að þetta væri bara allt í fína lagi. Það er í góðum málum. Gleymir, Sigrún, Já. Glindi Palla eða Hilma, Hann er að taka okkur upp.